Já. Góðan daginn og verið velkomin í Akraneshöllina á leik Kára og Kormákar Hvatar, sem það. Sem það var í annar deild karla. Þetta er, maður sjá, 15. umferð. Við ætlum að fara yfir byrjunlið. Byrjum á Káramönnum í markinu hjá Káramönnum í dag. Eins og alltaf, Logi Már Hjaltesteinn, nr. 1, nr. 4, Tómas Týr Tómasson, nr. 10, Jón Þór Finnbogason, nr. 11, Jón Viktor Hauksson, nr. 16, Birkir Hrafn Samúelsson, nr. 20, Mikael Hrafn Helgason, nr. 21, Fili Árni Salvar Heimisson, nr. 26, Gretar Jónatan Pálmason, nr. 33, Finnbogi Laxdal Agilsson, nr. 40, Stefán Logi Sigurjónsson og nr. 80, Róbert Elli Vífilsson. Á bekknum í dag á Káramönnum með varamarkmaður Kasper Úlfarsson, Sigurjón Logi Bergþórsson, Benedikt Ísar Björgvinsson, Sævar Hrafn Sævarsson, Kristján Mar Marnason, Viktor Gasiaski og Jóhannes Mar Danielsson. Þjálfarar Káramanna er Úlfur Arnar, honum aðstoðarþjálfar hans eru Sigurður Jónsson og Albert Hafsteinsson sem er meiddur, skilst mér, og þetta Svenni Laug á bekknum. Svo er byrjunlið gestana í markinu, nr. 33, Uros Djuric, nr. 3, Paul Morlands Martin, nr. 4, Papa Diancu Tecanje, nr. 4, Fili Federico Ignacio Russo Ansola, nr. 7, Fabian Strauti, nr. 10, Guzman Díaz Scarone, nr. 11, Sten Reinkort, nr. 17, Bilal Kamal, nr. 23, Manuel Ferriol Martínez, nr. 26, Pere Belmonte og nr. 38, Trausti Þór Þorgilsson. Á varamannabekknum hjá Kormáki Hvöt í dag eru Sigurjón Bjarni Guðmundsson, Sigurður Bjarni Adnegard, nr. 14, Filip Horan, Finnur Karl Jónsson, nr. 22, Stefán Freyr Jónsson, nr. 44, Haukur Ingi Ólafsson og nr. 66, Arnór Ágúst Sindrason. Og þjálfari þeirra er Dominic Luis Furness. Og við ætlum að kíkja aðeins yfir stöðuna í deildinni. Við sjáum að Káramenn eru þarna í 3. sæti. Búin að ganga mjög vel vonum framar, var spáð falli. Og Kormákur Hvöt er þarna í 7. sæti. Kári með 24 stig, Kormákur með 20, þannig að þetta getur allt gerst. Það er Haukar eru efstir eins og er með 29 stig, Selfoss í öðru með 26. Sáum að það er líka þéttu pakki hérna neðst, 3 næstu liðin, öll með 13 stig. Svo koma Magni og KFA hana rétt fyrir ofan. Mjög þétt, aðeins, já, 6 stig sem að skilur annað sæti upp í lengjudildina frá 7. sætinu. Auðun heiti ég og ætla að vera með ykkur í dag. Hilmar Halldórsson er á leiðinni. Örn Arnarsson verður hérna á tölvunni að stjórnútsendingu og Snorri Kristleifsson á myndavélinni. En við hingurum bara aðeins og leikurinn fer nú að byrja eftir smá. Það eru nú Skakkafelli liði Káramanna. Það er sem við vitum um. Það er Albert Þásson meiddur. Marun Hilmar, hann er ekki með. Og svo náttúrulega Matthías Daði, hann er farin yfir í IA. Einnig erum við að sýna í beinni útsendingu á Live. Fyrir okkur sem er að horfa á þar. Já, Matthías Daði, hann fylgir svona í hefðina að IA tekur einn úrgára á hverju sumri. Vonandi fær hann að spila eitthvað þar. Búinn að vera gjörsamlega frábær. Líklegast einna besti leikmaður í þessari deild í sumar. Kom með ykkur 11-12 mörk. Hérna kemur Hilmar. Góðan daginn. Góðan daginn. Velkomin Hilmar. Hvað segirðu? Já, ég segi bara gott. Gott að sjá það aftur. Já, það. Hvernig leggst þessi leikur í þig? Hann leggst vel í mig. Þessi leikir eru alltaf stuð. Mikið af spjöldum, mikið af mörkum. Já. Er það ekki? Jú, við vorum held ég að lýsa já, í vor. Já.
Lengjubikarnum. Það var hörkuleikur. Sjáum hérna í síðustu á þessu ári. Þeir eru að mætast í 4. skiptið á þessu ári. Það er þetta rosalegt. Lengjubikarinn, annar deild og svo Gatorade-bikarnum og svo aftur núna í annar deild. Við sjáum að Kári vann fyrsta leikinn 4-2 í Lengjubikarnum. Já. Kormákur Kvöt vann 4-1 í leikliðana. Saman að Sigga Jóns, aðstoðarþjálfari Káramanna. Siggi Jóns komin í bakhelsið. Það lofa góðu. Og svo var 3-3 í Gatorade-bikarnum. þar sem að Kormákur Kvöt vann 4-1 í vítaspyrnukeppni. Já, þeir skiptin markmannum Úros víta bananum inn á þarna á 120 mínútu og hann varði held ég öll vítin. Já, nema 1. Öll nema 1. Hann er alveg í vítabanni. Er hann að byrja í dag? Hann er verið í dag. Það er svoleiðis. Hann er segur. Vantar ekki svolítið í Káramenn? Jú, við varum myndið að ræða það, vantar Albert sem líka Sigurinn Logi á bekknum, hann er víst búinn að vera eitthvað meiddur, eitthvað tæpur. Vantar Marn og Hilmar. Já. Og hann er í banni. Og svo er náttúrulega Matthías Daði farin yfir í IA. Hann fekk 0 mínútur í síðasta leik. Vonandi verða aðeins fleiri í sumar. Já, hann mun fá mínútur, það er alveg þannig. Hann er á bekknum, hann er í stúkunni hérna. Hann er mættur. Styðja sína menn. Við sjáum hérna Róbert Elli Vífilsson í byrjunarliðinu á Káramönnum. Já. Þetta er 2009. Efnilegur. Já, búinn að fekk nokkra mínútur byrjun sumars með IA-liðinu. Já, það er svoleiðis. Það verður ást að sjá hvernig þeir stilla upp, hver er hvar fyrir hvern. Káramennu unnu síðasta leik móti Hvíta Riddaranum á Malbiksstöðinu að Varmá. Það sem að Grétar Jónatan, Árni Salvar og Matthías Daði skoruðu. Svo var Matthías Daði farin yfir í IA. Kári og Haukar er eina liði sem á eftir að tapa á heimavelli í sumar. Káramenn eru með 2 sigra og 4 jafntefli. Já, þeir eru með 10. versta heima. Já, þeir eru með 10. versta heimavallarárangurinn en það eftir að tapa. Já. Þannig að en þetta er alltaf hörkuleikinn nefnilega. Káramenn tóku nefnilega þarna Hrinu fyrir í sumar þar sem við tóku 3 jafntefli í röð. Já. Unnu svo 1 leik og jafntefli, unnu 1 leik, nei töpu og svo aftur jafntefli, svolítið mikið jafntefli. Sjáum að Robbi Elli er hérna á hægri kantinn sem er. Já. Jón Þór, er hann á vinstri þá? Er hann ekki að byrja? Jú, hann hefur verið hægra megin. Svona róturandi. Já, það er ágætis breytti í skáraliði. Já. En vörnin heldur allavega, það er mikilvægt. Sama vörn og hefur verið í sumar. Já. Það er gott. Og búið kíkja á mörkin. Alltaf að vera klárt. Sem að Þorfinnur dómari flautar þetta á. Þá er þetta komið að stað hérna í höllinni. Það er eins og við höfum séð gegnum tíðina, þá eru ekki mikið af Íslendingum hana á Blönduósi. Nei, það er einn að byrja. Það er svona með við nöfnin allan, við veitum ekki alveg. Nei, ok. En Trausti, er það heimamaður?
Já, mér sýnst það. 2009? Nei, hann er búinn út allt. Og Birkir. En hérna, ég veit ekki hvort þið voru búin að tala það, en Kolbeinn Tumi er komin aftur yfir í Káramann. Nú, það er farið fram með mér. Já, hann, ég held að það var bara klárað í dag. Hann náttúrulega var á láni hjá Víking Ólafsvík, held ég á láni, en hann rifbeinsbrotnaði í sumar og er ennþá eiginlega recovera frá því. Hann er komin í Káramann, það er allavega einhver styrking. Já. Ég held að glugginn eigi að loka, já, lokar hann ekki í dag eða? Ég held það, 29. Það getur verið. En ja, Já, hann getur þá kannski tekið í síðasta spretti með þeim. já, hann er nefnilega segur sko. Hann var nefnilega segur í fyrra með Víking Ó, eða í Tindastól. Tindastól, já, Já. í þriðju deildinni. Já. Átti mjög gott tímabil, þar fór Fór á Laugardalsvöllinn. fór með alla leið á Laugardalsvöllinn, en þar mætti hann Gabriel Þór og Kristoffer Áka. Já. Það var á stór piti. Birkir gerir vel. Það gengur ekki. Það er rænkort. Hann var Trausti er hérna í vinstri bakverðinum. Eða hann er á miðjunni. Hann er alltaf hérna vinstra megin. Já. Tekanji inn á miðjuna. Boltinn endar á Loga. Gestirnir halda honum, Tómas pressar. Brýtur á Guzman. Renkort seg yfir á Stráti. Martínez. Bolti fyrir. Hárbolti yfir á Fjær. Birkir nær ekki koma sér nálægt í burtu. Og gestirnir inn í teig. Skoti frá Belmonte yfir. Fín sókna. Já. Káramenn alltaf vegi vandræði með Kormák Kvöt. Já, þetta er alltaf trikki leikir sko. Alltaf frægi leikurinn 23. Já, já. Það sem maður var bitinn í kálvan. Fekk hérna sprautu fyrir það. Já. Það var áhuguleikur. Er hún ekki ennþá í gildi, svo sprauta? Ég er ekki alveg klár á því. En það voru 2 rauð í þeim leik eftir að það endaði 1-1. Já. Ég var að lýsa þeim leik og Alveg rétt. ég skildi ekkert hvað er rangi. Nei, þetta var ótrúlegt. Átni Salvar gerir vel hana. Martínez missir hann. Brotið á Robba, nei. Góð tækling. Þeim búið kemst inn í þetta. Trausti niður á Tekanji. Sóla. Úros. Renkort, hann er stór hann frammi. Kamal. Kemst ekki í langt. Það er Jón Þór. Birkir. Kármenn komast ekki langt í burtu.
Við gerum þetta vel, gestirnir. Slögsendingarna. Tómas missir hann. Það verður að hratt tempo hérna í byrjunleiks allavega. Svona lofar ágætlega með síðustu leiki sem við höfum verið að lýsa. Já, Heldur döfir. síðasti var, hann byrjaði hægur. En þetta lítur út fyrir að Kormákur ætlar að vera aðeins meira með boltan en það. Tekanje. Setur hann yfir á Ansola. Postrádi. Martínez. Það haldur hann verið það. Já. Þór sparkar hann langt. Sem að Gretar Jónatan, hann alltaf hana. Gretar Borgnesingur. Já. Þetta 2008. Kom 1 mark í sumar fyrir Kára. Já. Boltinn í gegn. Martínez. Fimboðis segir á honum. Gerir hyggilega vel hann af. Ansola með flottan bolta yfir. Stráti gerir vel. Kármenn komast ekki nálægt boltanum eins og hérna fyrstu mínúturnar. Þeir eru ekki að opna á neitt. Nei. Eins og eða hvað. Þetta er vel spilað. Þetta er vel gert hérna. Stráti. Finnboðinn á tröfluna þá. Mikael. Birkir. Það er að koma frá sér. Mikael. Flottur bolti upp á Jón Þór. Já. Jón Þór. Fyrir skotið. Lausskot. Jón Viktor líka byrjað, hann hefur ekki byrjað marga leiki heldur fyrir Kára í sumar. Nei. Hann vantar náttúrulega í byrjanliði 3 af 4 fremstu hjá Kára sem hafa verið að byrja í sumar, Marino, Albert og Sjörnlogi. Hann er búinn að taka þátt í 3 leikjum í deildinni í sumar. Já. Búinn að skora 2 mörk í Mjólkubikarnir reyndar fyrir Káramenn. Ok, og hann hefur verið eitthvað meiddur heldur sko. Já. Jón Þór boltan fyrir, gengur ekki. Martin kemst inn í þetta. Gerir vel. Það má geta þessi útsending hérna núna hjá okkur er númer 503 á cirka 10 árum. Í að 10 verður 10 ára 23. október núna í ár. Þetta er svona að jafnaði cirka bát 1 útsending í viku síðustu 10 árin. Það er rosalegt. Það er mjög vel gert hjá IATV, hún maður segir sjálfur frá. Já, já. Þó við séum nú ekki öllum útsendingum. Nei. Það er þannig.
Kormákur Kvöt hefur svolítið verið í þessu svipað batteri og Vestri var í fyrir nokkrum árum. Þeir voru að skipta bara nánast lið á hverju tímabilið ekki. Jú, Ég þekki eiginlega engan hérna inn á nema Hafsendin og Markmannin. Markmannin. Ég þekki, já. Þetta mikið að breytingum milli ára, sko. Já. En halda sér alltaf þó. Já, alltaf segir. Átni Salvar baráttunni við Rænkort þarna. Gerir vel. Við vorum að fylgjast með þeim hérna fyrir í vor hérna í sem baráttunni hérna á Átni Salvari. Átni Salvar, hann grjótharður. Við vorum að fylgjast með þeim hérna í byrjun apríl. Þetta er ekki það sama lið og var þá. Nei, ég man ekki alveg eftir þeim leik, verður þið ekki náða? Nei, kannski var ég bara að horfa á hann. Já. Það geti alveg verið. Þeir fá alltaf nokkra rétt fyrir mót. Já. Svo kannski voru að fá eitthvað bara í gluggan núna. Við erum ekki með það alveg á hreinu. Ekki alveg með liðið þeirra á hreinu. KSÍ síðan er ekki alveg að hjálpa okkur. Nei, svo er hún ekki að hjálpa. Þannig að Stráttýrin að fara að vimba að það gengur ekki. Það er heil umferð, eða ekki? Það er heil umferð bara í gangi. Í annar deildin í gangi. Akkurat núna. Sem að Magni er að vinna KFA 2-0 eftir 71 mínútu. Selfoss að vinna Dalvík Reynir 2-1 eftir 74 mínútur. Haukar komnir 1-0 yfir eftir á móti KFG. Þeir byrja á sama tíma á þessi leikur og svo Þróttur Vogum yfir á móti Hvíta Riddaranum og 0-0 í Víkingur Ólafsvík Fjölnir. Þannig að það getur margt breyst í þessari umferð. Já. Þetta er mjög jöfn deild nefnilega. Káramenn verða að vinna þetta svona til að halda sér í baráttunum að fara upp. Með skotið og hann er inni. Þetta var reyndar rosalegt skot. Upp úr nánast engu hana. Logi stóð kjur. Það er Martínez. Sjáum við þetta. Þetta er búið að vera svona allan leikinn. Hann fær boltan að það fyrir aftan sig og nánast úr kyrrstöðu. Þetta er bara frábært skot. Þetta er bara hrikalega vel gert hjá honum. Þannig að Logi sjá hann seint. Já, Manuel Ferriol Martínez var þetta, nei, 26. 26 skoraði. Pere Belmonte sem skoraði. Já, hann er að skora 13. markið sitt í sumar. Já. Þetta er fyrsta tímabilið hans á Íslandi. Sigur. Þetta var frábært mark. Átni Salvar, hann er komin í gegn á Fimboa, þetta er erfið bolti. Fimboa í nærunum, kemur hann fyrir. Boltinn detti fyrir hjá Bilal Kamal. Hann sparkar hann fram. Stefán gerir vel hana. Káramenn halda núna. Tómas langur á Fimboa, boltinn ennþá í leik. Boltinn gegn. Og ég kemur út. Ég koma út. Skrítir hlaupana, enginn í marki. Tómas gerir vel. Það er hann að skjóta hann. Já. Menna, hann getur boltinn í gegn. Nær smá snerting á hann að það. Tómas gerir vel. Það er fyrsta hotni í leiknum. Já. Það er Skarónin sem að teka það. Mætingin í höllina hefur verið betri.
Já, Það ekki, hún hefur verið betri. hún er verið betri, það er náttúrulega ekki margir á gestunum minna. Það er samt Einhverjir? oft ágætis mæting frá þeim nefnilega. Já. Það vantar líka Mána Berg. Já. Það er rétt. Hann er reyndar að fara út í háskóla, hann getur verið farin út. Það geti verið farin út. Finnbogi sterkur í loftinu. Þessi fyrir upp í. Káramenn eru ekki búin að fá eitt einasta færi í þessum leik. Svona. Ekkert almennilegt færi. Nei. Jón Viktor dómdur ráðstæður hana. Sem var Hlynur Sævar Jónsson er að skora fyrir Fylki. Komaði með yfir á móti Völsung Kára Legendið. Það ekki? Jó, heldur betur. Hann var góð með Kára og fekk kallið upp í IA og restis history eins og ég segi. Bara þannig. Boltinn í gegn. Stefán gerir þetta vel. Logi, Árni, erfitt. Kom misklingur á það. Sjáum dómarinn í dag. Dómarinn í dag sem segir Þorfinnur Gústaf Þorfinnsson. Hún til aðstæðar er Margeir Valur Sigurðsson og Erik Hallgrímsson. Erik Hallgrímsson er frændi minn. Já. Það er bara þannig. Þessi hérna? Já, hann er bara rétt að, hann er ekki búinn að vera lengi í dómgæslunni held ég sko. Pappans er að dæma líka eitthvað í neðri deildunum. Já. Úrós. Ekki mikið búið að reyna á hann í dag. Nei. Koma gestirnir. Kamal. Þeir eru góður að halda í boltan. Þeir eru með vel spilandi menn. Hann fram á við. Það má nú segja að það vantar eiginlega alla þá hjá Kárumönnum. Já, það vantar, það er ótrúlega... Kemur skotið aftur. Hörðu. Vel var hjá Loga. Það er rosalega mikið farið úr Káralínu þegar Matti er farinn. Hann er ekki margir í þessari deild sem að eru svona klinikal svo hann. Nei, sjáum við aftur. Nú var það Martínez. Flott skot, vel varið. Lítið sést að honum Mikael í dag. Já, Mikael er svona búinn að vera að spila í sexunni hjá Kára. Já. Búinn að vera að byrja síðustu leikinn nefnilega. Það búið ganga vel. Já, reynslu mikill leikmaður fyrir Kára.
Sem Káramenn setja ekkert mikla pressu á, þeir leifa hann bara hérna dúlla með hann. Já. Spurning hvað Káramenn gera. Já. Það er nú eftir að þessum leik, en þeir eru eftir að fá alveg færi nefnilega. Við sigurinn inni. Já. Svo er Jóhannes Már sóknarmaður. Sævar Hrafn líka myndi ég halda. Þetta halda það. Robert missar nota. Sjáum að Káramenn aðeins að hæsa sig hérna. Árni Sölvi að reyna að öskra sína menn í gang. Hún er mjög góður hérna Martínez 23 á miðunni. Já. Já. Greta kemst inn í þetta. Sterkur. Gerir vel. Kemst í. Já. Fær hornið. Birkir Hrafn tekur þetta. Kemur innsvingin. Já, Jón Þóra með hann að. Bolti fyrir Úros. Stekkur og grípur þetta. Sparkar langt fram. Finnbogi er öskufljótur. Þetta er á seint. Þetta er rangur. Já, góð verð þannig. Vel gert. Aðeins og setjandi að senda hann. Árni Salvar reynir að finna Finnboga, gengur ekki. Tekanji kemst inn í það. Finnbogi brýtur á hann með það. Það er verðskulda guldspjald. Hörkutækling. Pyrringsbrot þarna. Já, Káramenn virðast ekki hafa neins svör hérna. Við þurfum að fá aðeins meiri orku frá Káramenn. Já. Finnbogi þess að reyna að kveikja í sínum mönnum hérna. Þannig að Stefán Grimmur. Árni. Sterkur. Finnbogi. Finnur Mikael. Brotið á honum. Já. Gestinir þeir pressa á fullu. Birkir landi á vandræðum. Aðeins vesen. Stefán nær þessu. Kemur hann bara í burtu. Þetta var áhugavert, það gengur. Með mishefnað en hefnað. Séns fyrir Káramenn. Finnbogi. Sér Róbert út á hægri.
Hann aftur. Káramenn á ekki gera sér mat úr þessu. Jón Þór. Birgir inn á miðuna. Tómas lendir í vandræðum þarna. Tómas týnir honum þarna. Árni Salvar er ösku fljótur. Skarón. Nei. Hvað gerir Skarón fyrir skotið en Stefán Jónsson inn í þetta. Þá eru gestirnir aftur komin um boltann. Já. Maður að sjá hvað þessum ungu leikmannum hérna, þessi fremstu fjórir fara að taka þess menn á hérna. Já. Þetta er bara ekki séð svona unga sóknarlínu á neinu liði held ég. 2008 og 9 strákar. Frekar Já, já. Árni Salvar, náttúrulega þetta stutt. Vel spilað. Þetta er vel spilað á Kármannum. Tómas. Bara með fyrir hátt. Jón Þór aftur inn í. Aðeins betra frá Kármannum. Já. Geta nú alveg spila boltanum sko. Já, þeir geta þetta alveg sko. Tukanje. Þetta var hefni. Ekkert að þetta. Árni sér hlaupið á Finnboga. Eitt ekki á rangstæðar. Nei. Út í teig. Þannig Tukanje. Stefán axlar hann. Þetta var bara öxlin. Já, já, já. Renkort. Tómas gerir vel. Kármennum vilja hafa þennan. Nei, þetta var Kormákur sem eiga þetta engast. Káramenn aðeins meiri pressu. Tómas gerir vel á þennan, já. Árni slögg sendingana. En Er Jón Viktor búinn að snerta boltan í leiknum með það? já. Ok. Hann var rangstæður. Já. Jón Viktor Hauks, hann er unglingalandsliðsmaður, hann er nefnilega efnilegur, kom frá Haugum. Já, já. Meiddur maður þarna. Meiddur er það Jón Þór, Já. heldur utan um hnið á sér. Festist eitthvað hana. Já. Þannig sé í lagi með hann.
lítur ekki þannig út að eins og hann getur haldið áfram. Ætla að drepast í þessu. Hann er sárkvalinn hann á vellinu. Já. Já. Hann er ekki að koma inn á allana. Hann er að halda hann út af. Já. Hver er að koma inn á? Er hann að fara út af eða? Já, við það. Sér hann logi, hver er að gera sig kláran að það? Já. Nýðan verður undir. Þetta... Og hann klárar með sig ekki missa hann líka. Það væri skellur. Já. Marn og Hilmar alltaf bara í banni en Albert er eitthvað tæpur í náum held ég. Er það Sævar Hrafn? Séð ekki. Séð ekki alveg ná vel. Nei, maður er að vera gamall. Mér finnst það svona... Já, mér syndi það. Já. Toppmaður. Svo boltar í gegn. Finnbogi. Það er smekki. Sem að Selfoss vinnur Dalvík Reyni 2-1 leiklokið. Já, þeir eru alveg rönnið. Já. Þeir jafna þá Haukana á stigum. Haukarnir eru samt að vinna. Já, þeir eru að vinna 2-1. Þannig að þeir eru eins og staðan er ennþá. Kort. Kemur á Martínez. Spila mjög skemmtilega Já. á milli línana. Skemmtilega bolti. Já. Martínez lýður hann litt fram í gegn en Árni kemst inn í þetta. Bogi upp í loft og hann lítur skiptingir að koma núna. Það er Benni. Já, það er Benni. Benedikt Ísar Björgvinsson, leikmaður nr. 14, hann er að koma inn í staðinn fyrir meiddan Jón Þór Finnbogason. Við vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Jón Þór kallinn er alveg... En það lítur ekki vel út. Nei. Það blæður hann hérna allavega. Já, hann heldur bara randlið. Já. Benni kemur hérna... Í hægri bakur. Já, Finnbogi fer upp á kantinn. Já. Ég fíla þessa breytingu. Já, það er skemmtilegt. Finnbogi nefnilega lungir markaskorari. Já. Það er líka kraftur í honum. Heldur betur. Benni á ekkert í þennan. Stráti. Árni til varnar. Skemmtileg sending. Já, kemur hann inn í. Boltinn skoppar hann til. Rænkort. Þeir eru ennþá með hann. Hvernig fóður að senda þarna? Belmont. Herðu, Aftur að Stráti, boltinn fyrir. Og þeir gerur bara. skemmtilega spilað. Já, mjög. Martin.
Trausti. Rosa mikið pláss alltaf að miðjunni. Já, alvöru pláss fyrir miðjumenn. Sem að Róbert fór yfir á vinstri kantina þá. Tikanje. Í gegn, Árni gerir þetta vel hana. Árni les vel. Og Grétar. Hann með Róbert með sér. Já. Sér hann. Hvað gerir Róbert? Vífill. Bolti fyrir. Gerir þetta vel. Grétar ætlaði að fara í hjólara hana. Hætti við. Þetta er betra. Stefán les þetta vel, gerir vel. Eða hvað? Hvað höfum við þarna. Og sjáum við þetta. Fínt sókn hérna á Karmenum. Þetta er hans betra. Þetta er fínt hjá Robba, hann á bara að keyra á þetta sko. Það er ekki líka úlingalandsmaður. Ég Hefur verið það. Er það? Segðum hann bara. Segjum það. Kási síðan. Hún er ekki spes. Það verður faglegir. Já, hún var betri. Ég held hann eigi ekki sko. Ég er ekki alveg viss. Það er sáðu þetta, Já. Þetta var rosalega. Hafsendinn Tikanje komin hérna alla leið. Tikanje er, Það var riski sending tilbaka að því átna en hún gekk. Það var að Jón. Missir hann, já, brotið á honum. Tikanje er búinn að vera í Kormakvöld síðan 2022. Já. Og hann er seigur. Hann er mjög Hann er seigur hafsend. Já, hann er kannski ekki verið þarna. En hann, þetta var Sjáum alveg þetta tricks. sendingar tilbaka. Úff. Já, hann fekk 11 guldspjaldi í fyrra, hann er komið 7 núna. 7 í 16 leikjum. Hann er ekki komið guld í dag allavega. Nei. Árni Salvar er ekki ánægður með sína menn. Misskilningur. Já, kemur hann frá sér. Það sést Káramenn að fara að vera pirraðir hérna. Já. Tómas gerir vel. Martínez gerir þetta vel. Martínez er búinn að stjórna þessu leik. Já. Benedikt gerir þetta vel, en Martínez Þetta var hefni. setur hann í gegn hana.
Káramenn komið sér burtu. Já. Mikael gerir þetta ágætlega, það er Róbert, sterkur, missir hann. Það leysa bara úr þessu Já. Kormákur Kvöt. Þeir eru mjög vel spilandi liði, þetta er best spilandi liði sem ég sé þetta á móti Kára í höllinni í sumar. Klárlega. Rænkort. Ói. Já, við sjáum hérna Rænkort, hann er bara búinn að spila 2 leiki. Hann er nýkominn. Hann er bara nýkominn. Með 1 mark. Kom bara hérna í glugganum. 3. leikur hans. Spurning hvað bætt mikið við hérna, það var smá tafir meiðsli. Það vantar líka Jóa Brega í Káraliði. Já. Það vantar nokkra þarna fram á við sko. Já, ekkert í vörn. Nei. Þetta er Rangur. Átni Salvar. Tómas. Við erum bara aftur hana. Gerir vel. Ekkert á þetta. Greta sterkur hana. Já. Tómas tekur hann niður hana. Tómas sterkur. Greta er alveg sterkur hana og gerir þetta vel. Já. Spurning hvað. Loksins Káramenn að mattsa aðeins í baráttunni. Í ákæðinni. Já, nú kemur smá pressa hérna frá Kármennum, en gestinni gerir þetta vel. Ekki annað fyrir hálfleikinn, það verið slæmt. Fær hann yfir á vinstri. Mitt í Stefán. Nei, Þetta hendi, nei. Skotið frá Skarón. Já, þetta virtist fara í höndina á honum þarna, en það sé ekki nóg. Átni Salvar. Viktor. Finnbogi sterkur þarna. Kemur gegn á Róbert. Vá! Úros, hann er markvarsla. Seigur í markinu. Bolti fyrir, þetta er aftan. Gerir vel hann hérna Gretar. Gretar, já. Þetta rennur í sandinn á Kármennum hérna. Þetta var færi. Já. Þurfti að nýta þetta. Sjáum þetta aftur. Það var miskilningur þetta hjá. Sjáum við Finnbog kemur hérna aftan hann sterkur. Robby gerir svo sem allt rétt, já, hann þarf já. að klippa það niður hann. Úros gerir sér stóran. Já, þetta er bara vel varið. Hún er komin upp á tíma hérna. Já, það er Fyrri hálfleik. ekki mikið bætt við, myndi ég halda. Þetta búið að vera ágætlega líflegur. Já. Fyrri hálfleikur. Þú ætlar ekki að vera með mér hérna? Jú, ég ætla að Ég segi svona. Þetta er brot. Já, já. Við þurfum að fá þess meira líf í stúkunni hérna. Hann vantar á allra hörðustu. Þetta sé að Danni Heimis er ekki mættur.
Hann er örugglega í golfi. Engin Gulli Brands. Gulli Brands er hættur að mæta. Já. Við þurfum að fá alla þessa menn á völlin, sko. Fylgir Jóhanns hann er ekki niður í bæ allavega. Nei. Hann er að vinna. Hann er að vinna kallinn. Búið gerir vel að það. Það var gott að færa Búið upp á Finnboga þeirra fram. fyrir hana. Já, það var mjög gott múl. Hann skapar usla. Já, Viktor gerir vel hana út á Birki. Fær hann aftur. Yfir á Benna. Skemmtilegu bolti á Benna. Vel spilað. Mikael. Þetta var aðeins svo fast. Róbert nær ekki halda á minna. Þetta var fín sókn. Já, mjög vel spilað. Robby rétt missir á Já. hana. Það er búið að bæta svolítið við það ekki? Jú, það eru komin 2. Þetta hlýtur að vera lítið eftir. Úros. Tómas gerir þetta vel. Frábærlega gert hjá Grétari. Þá er Finnbogi komin í gegn. Nei. Mikael. Missir hann. Bilal gerir þetta vel. Setur Rænkort hana. Nei. Nei. Árni niður á Loga. Gerir þetta vel. Já, áflautar hann. Þorfinnur til hálfleiks. Fínn fyrir hálfleikur hérna. Já. Nokkuð Hérna fjögur. sjáum við stöðuna í deildinni eins og hún er. Við sjáum að Selfoss leikurinn hjá þeim er búinn, þeir unnu. Já, mikilvæg sigur. Leikurinn á Haugum er ekki búinn, þannig að við erum ekki að setja hann alveg inn strax. Nei. Þetta eru leikirnir sem eru búnir og það sem við erum að horfa á allavega. En við sjáum markið. Þetta var alveg mark. Tekur hann einhvern veginn bara einu skrifi. Þetta er bara beauty. Já, mjög vel gert. En við komum aftur hérna með seinni hálfleikinn eftir örskamma stund.
Já, verið velkomin aftur að skjánum í þennan seinni hálfleik í leik Kára Kormák Kvöt. Kormákur er 1-0 yfir hérna eftir býsna gott mark frá Peri Belmonte á 13. mínútu. Káramenn eru búin að gera eina skiptingu á sínu liði. Sjáum Jón Þór Finnbogason meiddist á hné og inn á leikmann með 14 Benedikt Ísar Björgvinsson. Annars virðist vera Síron Logi að koma inn á líka, sýnist mér. Fyrir ég ætla að segja Jón Viktor Hauksson mögulega. Sýnist það. Já. Leikmaður númer 15 Jón Viktor Hauksson faravelli. Já. Og leikmaður númer 8 Sigurður Logi Bergþórsson væri nú vanlega byrjunleginn búinn að vera eitthvað tæpur. Já, sterkt að fá hann inn aðeins að matcha þessa baráttu hana. Svo voru bennum að leiða þetta Grétar Jónsson Pálmason, hann er úr Búðardal. Já, við fengum þessa ábyrtingi hálfleik. Stefán Teitur en var í Skallagrímsand, þetta var alveg svona hálfrétt þar, hann var í Skallagrímsand. Já, þetta er bara Borgnesvíkur punktur. Í 2 leiki fyrra. Stefán Teitur er að horfa. Já. Skagamaður. Hann stillir reglulega inn á Káramenn þegar hann hefur ekkert að gera. Hann er komið að stað. Gestirnir byrja með boltann inn í seinni hálfleik. Finnbogi missar hann hana. Það sýnist vera eitthvað tilfæslur hjá gestunum. Trausti kominn inn í hægri bakvörðinn. Hægri bakvörðinn var í þeim vinstri áðan. Pól Morlands Martin virðist vera. Þetta er brot. Það er tæft. En Sóla fyrir lið liggur hann eftir. Sjáum þetta aftur. Já. Já, hann fer aftur í hælina á honum manna. Já. Úlfur ekki sáttir með hana dóm. Fær þá gult spjald. Slöggsendingarna, Finnbogi. Grétar Tómas yfir Róbert. Róbert kemst fram með boltan fyrir, enginn þar. Já, góður bolti. Þetta var frábært bolti á hann. Benni gerir þetta vel. Kemur hann fyrir. Káramenn að byrja þetta með krafti. Mikael já, heldur honum út á Finnboga. Átni Salvar tekur hlaupið hana, Sigurður Logi með boltan. Út í teg, Mikael tekur touch hana, ekkert dæmt. Nei, þetta var ekki víti held ég. Það var Stefán fyrir skotið, beint á Úrós. Sjáum þetta aftur hérna, virkilega vel spila, ekki rangur hérna. Mikael á bara að taka þetta í fyrsta. Nei. Því miður. Vel dæmt.
Benedikt er búinn að koma virkilega vel inn. Káramenn að byrja þetta með krafti, er ánægður með þetta? Já. Ekkert hlaup hana, misskilningur. Úrós, bynt á Benna, tekur hann í fyrsta. Benedikt setur pressa á hann. Úrós skilur hann bara út af. Já. Önnurlega spilna hann hjá honum. Já. Finnbogi fer af stað. Reynir að finna Sigurðan, gengur ekki. Það koma boltanum í gegn á Belmonte. Það eru 3 á 3 eiginlega. Belmonte er skotið. Logi gerir vel. Árni Salvar með flottan bolta yfir. Og Róbert. Flott tækling á Trausta þarna. Tækling á Trausta. Róbert setur pressuna á Gretar, sterkur. Martínez. Brot. Brýtur af sér. Já. Áhugavert. Ég sé ekki hvað hann er að dæma hana. Nei, ég sá ekki þetta brot. Árni Salvar að stilla boltan. Það er bara líklega til að skjóta hérna. Nei. Birgir Rapp. Bolta fyrir. Árni Salvar vinnur hann. Stefán kemst í hann en var laust. Það er að vera að skipta bakvörðum af því að Finnbogi er þarna hinum einn. Finnst það líklegt. Gæti verið já. Káramenn ætla að pressa á hérna í byrjun seinni. Já. Logi hengir hana. Skarón. Barkar hann bara yfir hinum einn. Finnbogi sem fer í ljósið. Koma Káramenn í pressuna. Við sáum að Úlfur, hann fekk gult spjald á hann. Þá Siggi Jóns búinn að færa sig úr stúkunni yfir á bekkinn. Já, var hann ekki á... Hann var í stúkunni í fyrri hálfleik. Já, ok, var hann ekki á bekknum? Nei, hann var í stúkunni. Okay. Þeir eru þá 3 þjálfarar hann á bekknum. Siggi að benda eitthvað hann inn á. Hann tók 2 titla helgina á Reykjavík með 3. flokk. A og B. A og B. C-liðið var í 5. sæti. A og B titill. Raðsigurvegari. Já. Hann er búinn að vinna allt galleríið í yngri flokkunum. Já. Hann var lítið að frétta í bikarsókn áður en hann mætti. Já.
betri skipulag á Káramönnum hérna í upphæðu seinni hálfleiks. Það var það Rænkort. Árni Salvar ýtir við honum. Ekkert á þetta. Ekkert á þetta. Logi. Fín sending á Robert. Róbert á bara að keyra á hana trausta hérna. Já. Ekki vera feimið við það. Spil. Þá komið Finnbogi að ferðinni. Gerir vel hana en markspyrna. Markspyrna. Stefán gerir vel hana. Gretar. Þetta fyrir Sigurjón Loga. Erfið sending. Finnbogi gerir vel að taka hann niður hana. Þetta með boltan. Finnbogi. Alveg tækling þarna. Já, bara boltinn. Áfram með leikinn. Finnbogi á gulu spjaldi. Þetta var smá soft eða eitthvað. Það er við Tekani hana. Búinn að vera æstur hérna upp á því seinna hálfleiks. Sýna hann á sköflókinu á sig þarna. Já, hann er ekki sáttur. Manuel Martínez. Mikael með hörku vinstri löp. Já, hann hefur skórað nokkrar aukaspyrnur. Ég veit ekki alveg hvernig sem er að fara að skjóta þessu. Þetta er svolítið langt. Nei, bolti fyrir. Vá, góður bolti. Rángstaf. Salvar vinnur hann. Mikael vinnur Finnboga. Finnbogi erfið sending hana. Benni pressar. Þetta er alltaf önnur orka frá Káraliðinu en var í fyrri. Káramenn eru með yfirhöndina eins og er. Finnbogi vinnur Gröðlar. Áhugaverð sending. Birkir kemst inn í þetta fyrir við Mikael. Misskilningur hann á miðinni. Gröðlar vinnur hann bara aftur. Mikael út á Róbert. Taktan ávinnur. Rennur. Allt í lagi. Átni stökkending hana.
Finnbogi pressar. Lengi að dæma hana. Línuverðurinn kallaði þetta. Já, svolítið seint. Finnbogi gulu spjaldið ekki. Jú. Martin sparkar hann langt. Stefán vinnur hennan. Boltinn í gegn en þeir eru á langt. Úrós fer ekki upp í. Stefán vinnur hennan aftur. Vippar yfir Banana. Dansar með hana. Boltinn í gegn. Fyrir. Skot. Wow. Árni Salvar þrumar hann í burtu. Það var skemmtilega að spila. Já, mjög svo. Spil. Það er vitt. Reysending. Hér að loga. Hann setur hann bróta. Skynsamur. Já. Það er einhverjur teknilegur örðuleikar hjá okkur. Við náum ekki alveg að endursýninga það dotnar út í okkur eitthvað. Það kemur kannski inn í dag, setna í dag. Skemmtur síðan að loga. Setur hann upp á Rob. Ja, Náðu þessu. það kann ég snöggur. Já, góð pressa. Vinnur innkastið. Já. Langt innkast. Sigurjón Logi. Wow. Næstuðin sjálfsmarka og trösta annað en Káramenn er aðeins að banka. Já, hotspinna. Káramenn er ekki með kannski hæsta liðið en þeir eru segir í loftinu. Þeir eru búin að vera fínir í hotnum í sumar. Menn okkar útfæslur. Kemur einn, hún er arfaslög. Rangur. Já.
hann dæmir ekkert á Árna Salvar í þessum leikina. Grétar dettur á boltanum hana. Það verður hálftími eftir á þessum leik. Káramenn búin að vera tölvöld betri en það í seinni hálfleik. Arnis, hann rífur í Árna Salvar hana. Arnis Salvar. Dæmir brot á hans samt. Já, ok. En já, búin að hanga svolítið í honum. Káramenn ekki tapað á heimavelli í sumar. Ég trúi því ekki að það sé að fara að gerast í dag. Káramenn alltaf að skora, sko. Já. Ekki? Þetta er virkilega fæstum. Já. Fæst mörg sem við hefum séð hérna þegar við erum að lýsa. Það kom alltaf mörg á síðust 20. Stefán skrítið sending en já, ekki alveg sendingin. Úrvals nær honum. Kann ég hérna tóka hans í Grétar. Arnis Salvar, já. Hvað gítast? Arnis Salvar með háan og langan. Sigurjón Loga út í teginn. Boltinn dettur fyrir Tómas Tí. Birgir, bolti. Góð sending. Róbert, sterkur hana. Hár bolti. Grétar. Já, brýtur á sér. Soft. Soft segir Sigurjóns. Já. Hún er nú koma gestirnir. Gestirnir ekkert verið að halda í hana eins og þeir voru í fyrri. Nei, Káramenn er búinn að loka og pressa betur hérna. Já. Benni gerir þetta vel, hann er með pláss. Boltinn fyrir, flott sending. Káramenn eiga þennan, já. Og kemur Arnar Salvar, tekur hann langt. Já. Samvinna færið hann. Nei, náum ekki. Þetta er... Já, við erum að sjá þetta aftur. Andersen er komnar í lagallana. Og sjá hvað Úrós stendur. Hann ætlar bara að grípa hann að það. En hann kastar yfir hann. Það er ekki neitt Það er ekkert á þetta. Það er eftir að kíkja í skjáin hérna. Grétar stendur bara með hendur út. Ekkert á þetta. Þetta er að koma á Káramennum. Já. Átni vinnur hann. Grétar. Sterkur Sterkur í loftinu. Finnbogi, ekki nógu vel gert þarna.
Martínez. Hvernig fáðu... Vel var ég á loga maður. Þeir eru að banka hérna. Bolti fyrir, Árni skallar í frá. Kom honum ekki í burtu. Flott pressa á Birki, gerir vel hana. Grétar, Sigurjón, rangur. Það var mjög tæft. Sjáum þetta. Samt ekki alveg hann að sjá. Og skotið. Belmont. Var á loga hana. Það er verið að tefja hana. Minnst kann ég vera tæpur. Já, fær guldspjald. Þetta er númer 8. 8 í sumar. Hann átti 11 í fyrra. Mun hann bæta það? Ég segi já. Já, 7 leikir eftir í deild þannig að Já, þetta nær ég alltaf. Árni setur hann upp í hornið. Martin gerir þetta vel. Þetta var vel gert. Líka vel gert hjá Tikani hana. Tómas vinnur hann. Finnbogi sterkur. Erfitt þarna. Kára-menn er að nálgast. Úrós með sendingu á engan. Birkir missir hann aðeins. Kamal vinnur hann á honum. Fyrir skotið. Logi alveg með þetta. Mikael gerir þetta vel. Tómas og Birki. Sér að Logi vill fá hann. Það er enginn í breytinni. Það eru báðir í sama hlaupið hana. Kára-menn er alveg með svona yfirhendina á þessum leik. Já. Bolti fyrir. Trausti gerir vel. Mikael skutnar þannig baka. Stefán gerir þetta vel. Birkir líka. Nei, drengur, hvað er hann að dæma á hérna? Segir hann að lyft löppinni. Stúkan tekur við sér. Gera það bara ekki neitt. Það er ekkert að þessu. Ekkert á þessu, hann heldur löppinni alveg niðri. Belmonte. Skarón og Martínez.
Stefán ítur upp hana, gerir vel. Já, vel Finnbogi. Stefán búinn að Sér flott hlaupið á Sigrún Loga. Sigrún er með boltan, vantar hjálp. Finnbogi Laxdal fyrir skotið. Skorar! Já! Finnbogi Laxdal! Jafna mitt í loksins. Hrikalega vel gert hjá þeim hana. Og guldspjald á Skarón, síns mér. Glæsilegt mark. Vildi fá brot hana. Sjáum þetta aftur. Finnbogi á Sigrún Loga. Sigrún Logi býður sér hlaupið. Fyrsta. Úrós nær ekki að koma sér Nei, fyrir þetta almennilega. 1-1. Finnbogi maður. Nóg eftir. Hann er búinn að vera frábær eftir að fóra á kantinn hana. Já, Skipting á Káramönnum. Sjáum að Gretar Jónatan er að fara að velli. Og Þetta er Viktor Gasiewski. já, Hann er nú hafsend. Hver var að flúta sér? Gretar Jónatan, hann fer fram. Viktor fer fram. Já. Hann er hafsend. Já, ég held það líka. Þetta er bara upp á baráttuna. Hann sleitt crossband held ég hérna. Í fyrra? Já, fyrra. Nei, já. Við hefum séð Sigga Jóns gera þetta áður. Já, já. Þá var það Viktor. Kamal. Nei. Ekki það þetta. Kann ég hendi sér niður hana. Siggi Jóns er komin inn á völlinn. Finnbogi sendur tilbaka. Úrós. Að finna. Þeir halda honum bara hana. Hann dæmir ekkert á þetta. Og gestirnir. Þetta fyrir. Salvar hans æsimönnum hana. Árni Salvar fagnar í andlitið á hana manna. Martínez skilur ekkert í þessu. Stefán brýtur á hann, hann heldur boltanum. Dæmir á þetta. Já, já. Stefán fær guldspjald. Já. Það er Martínez eða Belmonte sem ætla að taka þetta. Þetta er nú alveg nálægt. Ég held að Belmonte sé að fara að taka þetta. Martínez er hægri fótur sko. Já. Kemur ykkur spinnan. Beint í Finnboga í vegnum. Hotspinna. Þá var það skipting. Trausti
Þór Þorgilsson fer að velli. Flottur leikur á honum. Já, mjög. Hann er 0-9 mótil. Já. Sigur. Já, mjög góður. Hver kemur inn? Fyrsta skiptingin hjá gestunum. Já, er það ekki? Ég ætla að spá þetta sé Finnur Karl. Sigurður Bjarni Adnegard. Já. Boltinn fyrir. Nei, strákur. Wow. Hot. Það er hotspinna. Og við sjáum þetta aftur. Já. Fyrir í Mikael Já, hann. þetta er rétt. Mikilvæg snerting. Það var hotn hinum einn. Þetta er tönni tegin. Aftur á nærsvæði. Birgir hinsar. Skarón. Skot með hægri. Birgir með alvöru svæði. Þetta er á Finnboga. Finnur hann, þetta er erfið snerting. Opinn. Þetta kann ég reynsa hann í burtu. Vittlust innkast, alveg hrikalega vittlust innkast þarna. Ég sá þetta ekki alveg. Árni Salvar gerir þetta vel. Hann er búinn að vera með hann í vasan. Já. Skarón tekur hann bara beint niður hana. Birgir. Frá Stefán. Það var 10 mínútur eftir, pluss ykkur uppbót. Árni finnur Viktor. Já, Benna. Boltan fyrir, fikk hann niður þar. Koma gestirnir. Skarón. Boltan fyrir á Rænar. Rænkorti. Kamar. Skotið eða eitthvað. Svo Karmen liggja djúpt núna. Bert lóka vel hana á Martin. Kormenn eru... Sigurður er aðleit hana. Það kemur alltaf annað mark eða ekki? Ef ekki eitt inni. Þessi verið upp í fyrst. Út af. Já, út af. Sigurður það er þreyttur hana eða eitthvað. Já. Mikael vinnur hennan. Mikael nær að hreinsa hann. Árni Salvar búinn að vinna nánast alla skallaboltana í dag. Já, hann er búinn að mjög góður. Kármann eiga þennan.
Kann ég vinna hennan. Ekki rangur. Út á Finnboga. Hvað gerir Finnbogi? Er þetta ekki bara hend? Nei, aukarspenna. Já, Já, það var rétt. Menn náttúrulega þreyttir hérna. Belmont fer af stað. Strádi. Skarón. Martínez. Bolti fyrir Frænkort. Þetta lítur að vera brot. Nei. Hvað er að gerast þarna? Já. Það var held ég, herru, stígur hann á hann. Það var ekkert á þetta held ég sko. Nei. Eða hvað? Wow. Stúkar láta dómarann heyra. Já. Úrós. Wow. Kort vinna þennan. Belmont heldur hann inn á. Þetta er bolti. Stefán setur hann bróða. Skipting á, tvöföld skipting á Kármennum. Já. Sævar Hrafn og Jóhannes Már. Róbert Elli að fara út af. Og Finnbogi Laxdal, hann er alveg búinn að því. Finnbogi er búinn að skila sínu. Já. Tveir ungir. Já. Jóhannes gerir þetta vel. Þetta fyrir sigur hana. Logi og Birki. Viktor hann er að koma á Tómas. Stefán inn á miðuna. Allt gert hjá Mikael. Viktor út á Birki. Bolti fyrir. Wow. Þetta kann ég liggur hann eftir. Mikael tekur brá sig gult spjald. Mikael bara flottur í dag líka. Já. Þá vinna aftur. Ekkert á þetta bara með eins eitthvað í lendingunni. Já. Sjáum hérna markið aftur á Kármennum. Vel kláraði Finnboga. Já, mjög vel klárað hjá honum.
Jæja, það er lítið þessum leikilmar. Það ætlar að fá þið til að velja mann leiksins hérna. Já. Þetta er á milli Finnboga og Árna Salvars. Ég held að gefa honum Árna Salvar í dag. Já, sammála því. Að vera grjótharður hann í vörðinni. Já. Búinn að öskra sína menn í gang. Það er eiginlega alltaf hægt einhvern veginn að velja þá tvo. Já. Við veldum hann síðasta mitt. Árna? Já. Já, ok. Hendi þannig. Hann sér þetta ekki frendi minn. Birkir gerir vel. Jói hjálpar honum að það. Fær hann aftur. Missir hann. Hættulegum stað. Stefán hreinsar hann. Skipting yfir hana. Það er örugglega eitthvað bætt við, Já, sko. Nei. Martínez að finna sigur hana, gengur ekki. Árni Salvar ætlar að sparka fram. Já. Sparkar hann lengra en Logi, eða? Virðist vera. Sýnist það. Já, sæll. Viktor vinnur þetta en það fara allir í hina áttina. Árni mættur í vörðina. Logi kemur út. Þetta lítur á brot. Sigurðan vinnur hennan. Nú Ross tegur hann. Birkir vinnur hann en Belmont með hann. Don Martin. Boltan fyrir. Þetta er beint á Loga. Birkir, hann að finna eitthvað annað. Viktor, Tómas. Það er hann aftur. Boltan fyrir. Erfið skalli. Órós beint uppi. Káramann eða boltan. Sjáum þetta aftur hérna. Skallar hann á Sigurjóni. Verður aftan hann. Nei, skiptir yfir. Góð skipting. Benni er ennþá með hann. Kemur boltana fyrir. Birkir er með hann hana. Fyrir skotið. Boltið þetta fyrir Jóhannes Má. Tómas, þetta er þröngt. Birkir með hægri. Birkir er vinstri fótar. Já. Er þetta rétt? Hann nefnilega var held ég á sínu vatarhæði. Það geti verið að hann hafi verið á þegar sendingin kom. Já. En áfram með leikinn. Árni Salvar, boltan fyrir. Beint á Úrós. Komið 3,5 yfir venjuna leiktíma. Gæti verið... Ég segi svona 4 og 5 bættar við, sko. Sér Læfa guldspjald fyrir þetta.
Fín bara þarna Jóa Martin sterkari. Árni Salva, Sigurður lendir á honum úr hana. Það væri gaman að fá endursýningu á þessu mögulega. Belmont. Reynir að finna Stefán setur hann út af. Fyrir Ryan Kort, Sigurður Logi kemst inn í þetta. Við erum ennþá með hann hana. Burtu með þetta! Belmont reynir að finna sér færi, gengur ekki. Boltinn fyrir. Veikari, Veikar finna. Þrettán sem að koma inn á þarna, hann alveg brjálaður, búinn að vera allan tíma. Já. Hálfur spjald. Eðlilega. Nú 5,5 hérna. Ég held að þetta sé náttúrulega bara búið. Nei. Nó eftir. Já. Við hefum 1 mark inni. Birkir. Við erum að finna Viktor. Gerir það. Seinni. Nei. Birkir gerir vel hana. Logi. Já. Það var að búið. Kári 1, Kormákur Hvöt 1 í hörkuleik. Sjáum mörkin hérna aftur. Það var Peri Belmonte á 13. mínútu sem kom Kormákur Hvöt yfir eftir býsna gott skot. Sjáum hérna alveg upp í hornið. Svo var það margt sem var dæmt af Káramönnum. Sjáum það aftur hérna. Árni Salva með langt innkast og dæmir á Gretar. Þetta var galið. Já, lítið sem ekkert á þetta. Gjössalega galið. Svo var það mark Káramanna, Sigurður Logi á 5 á Laxdal sem að klára þetta í fyrsta. Virkilega vel gert. 1-1 og þá er staðan svona í deildinni eins og er. Kári heldur þessu 3. sæti. Þetta er mér skjátt það ekki besti árangur Kára í sögu deildakeppninnar, eða ekki? Náður ekki 4. sætinu 2018 í annar deildinni. Ég er ekki alveg með þetta, en þetta er allavega mjög góður árangur með þeim að spáð falli. Já. En við segjum þetta gott. Já. Hér úr Akraneshöllinni. Snorri Kristleson var á myndavélinni, Örn Arnarsson stjórnaði útsendingu og Auðun og Hilmar voru með ykkur í lýsingunni. Takk fyrir okkur. Yes.